Já, Erró listamaður sem fæddur árið 1932. Hann fæddur á Íslandi, á íslenska foreldra. Hann var mjög ungur þegar hann ákvað að verða listamaður og við erum á þessari sýningu og mjög oft á sýningum mikið af æskuverkum hans sem betur fyrir hafa þau verið varðveitt mjög vel. Hann lærði hérna heima fyrst til að byrja með, fer síðan til Noregs og svo fer til Ítalíu, lærir þar. Hann heldur sýningu hér heima og fer síðan svona fljótlega upp úr því, þá flytur hann til Parísar og hefur búið þar í 50 ár. Þannig að við erum hér með gríðarlega stórt safn af verkum eftir Erró og í raun og veru þetta eina safnið verk Errós í heiminum. Og Erró í dag alþjóðleg myndlistastjarna. Hann þekktur víða heim og hefur verið að sýna víða heim. Hann til dæmis var valinn annar af listamönnum til að sýna í tengslu við bókamessun í Frankfurt og þar var nýlega opnuð sýning á verkum hans sem gríðarlega stór og falleg. Við hér í Listasafni Reykjavíkur alltaf og í Hafnarhúsinu alltaf með verk á sýningu eftir Erró og því þetta svona heimkynni hans og við reynum þá að gera það svona thematískari verk. Þannig að við tökum út ákveðin þemu úr myndlistinans því að við eigum svo gríðarlega mikið magn af verkum eftir hann. Hann aðalega þekktur sem málari, hann hefur málað mikið og hann hefur unnið verk úr, vinnur klippimyndir og málar eftir klippimyndum. Það svona helsta sem hann gerir. Á þessari sýningu þá kveðum við nýjan tón því að hér erum við að sjá teikningar og í raun og veru fannst Erró þetta vera mjög afhjúpandi að vera að sýna þessar teikningar því að hann var alltaf í felum með þær, sagðist aldrei vilja sýna þær. Svo ákvað hann í fyrra þá braut hann odda oflæti sínu og ákvað að fara að sýna teikningarnar sínar og það má segja að þetta sé raun og veru svona retrospektív eða svona yfirlitssýning yfir teikningar Errós og við erum að sjá hérna alveg frá æskuverkum, það má segja frá 1944 elsta verkið og alveg fram til dagsins í dag. Þannig að hér fáum við að kynnast Erró í gegnum í raun og veru þeir sem þekkja Erró þekkja hann helst í gegnum málaralistina en hér fáum við að sjá hvernig hann vinnur í allt annan miðil. Þannig að það virkilega forvitnilegt að sjá hvað hann að gera. Erró mjög önnumkvæði maður, hann vinnur 12 til 14 tíma á dag, unir sér sjaldan hvíldar og segir að ef hann hætti að vinna þá muni það bara þýða eitt þá fara hann bara niður og við og það verður taka ekkert við, þannig að hann vil bara vinna fram eins lengi og hann getur og finnst sýningahald vera að trufla vinnunars, þannig að hann vil helst ekki halda sýningar eða má ekkert vera þá trufla vinnunars, þannig að hann virkilega vinnusamur og afkasta mikill listamaður, svo ekki sem meira sagt.